Já, takk fyrir. Já, fyrsta glæran, heyrðu. Já, að því það var ekkert COVID áðan. Ég, svona í lok faraldursins, þá tók ég mig til og fekk COVID í þessari viku. Ég var ekkert alveg viss hvort ég kæmist. Allavega ég vil heldur ekki vera uppspretta næsta faraldurs. Þannig að ég held mig aðeins til hlýja, sko. Og kom hérna með grímu og svona. En ég nú samt alveg frískur þannig lagað. Var með kvef og smá hita og eiginlega orðinn góður. Og svo það eiginlega bara fátt sem Panodil og Nesiril getur ekki hjálpað til að laga. Og mér var nú uppálagt að vera með svona frekar jákvæðan fyrirlestur. Og það auðvitað mjög jákvætt að vera með jákvæðan fyrirlestur. Það getur samt verið hættulegt. Ég var einhvern tímann með hrósaði til dæmis því að það væri hægt að taka hjólið í strætó. Fekk mikla skammi fyrir að því ykkur sem var að hlusta hafði lent í því að lendi í einhverjum vandræðum með hjólið í strætó. En Ísland náttúrulega eitt af þeim löndum þar sem þú mátt taka hjólið með í strætó. Og eiginlega í alla strætó á landsins nema á Suðurnesin á einhverjum ástæðum. En við höfum aðstæður til hjólreiða hafa náttúrulega batnað mjög mikið undanfarin ár og áratugi og þó að aðstæður batni þá það nú oft þannig að það eitthvað annað sem hindrar menn í að byrja að hjóla. Og ég get sagt svona smá dæmasögu af því þegar ég var í menntaskóla þá flutti mamma og pabbi í Garðabæ, tóku mig með sér, ég vildi náttúrulega ekkert fara þangað. En ég gekk í MK og þetta gerði ég í 2 vetur. Ég labbaði allan veturinn í MK fram og tilbaka og frekar þreytandi dæmi náttúrulega. En svo í lok síðasta, eiginlega svona þegar skólinn var að vera búinn, í 4. bekk, þá sagði stelpa í bekknum mínum frá því að hún hefði hjólað niður í bæ. Og allt í henni kveiknaði bara á perunni hjá mér. Heyrðu, það hægt að hjóla. Föttuðu þið það? Vissuðu þið það? Ég vissi það ekki þarna. Og eftir þetta, þá byrjaði ég smám saman að hjóla. Fyrst í vinnuna, svo í skólan og svo aftur í vinnuna og svo framvegis. Þetta sýnir kannski að það ekki bara nóg að hafa innviðina, hjólastíga og allt sem við þurfum í þeim efnum. Við þurfum líka að breyta innviðunum sem eru á milli eyrnan okkar. Þessum 15 cm breiðu, það sem í heilunum okkar og það sem við erum í rauninni með svona innprentað frá samfélaginu og öllu í kringum okkur, hvernig við að hafa lifnaðarháttum okkar. En látum þetta nú duga sem inngang. Ég ætla að segja ykkur frá hvernig að hjóla á Íslandi svona í af og frá. Þetta svo sem engin lýsing á því, en ég semst formaður Landssamtaka hjólreiðamanna og við erum semst hagsmunasamtök sem höfum verið til frá 1995 og við höfum verið á þessum tíma verið að ýta á það í tæp 30 ár að aðstæður fyrir hjólreiðamenn séu bættar á Íslandi. Og við erum náttúrulega fyrst og fremst að móta stefnu og koma skilaboðum og framfæri við stjórnvöld, almenning og félög. Og þetta getið allt lesið á llm.is eftir því sem við nefnum að setja eitthvað inn. Það gleymist nú stundum í þessu, satt segja. En við höfum náð alveg hellingsárangri, held ég, í gegnum tíðina. Og þarna svona dálítið af því. Það náttúrulega stíganeti á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum segja að við eigum eitthvað þátt í því. Og í síðustu samgönguáætlun þá tvöfaldaðist framlag fyrir virka vegfarendur sem stórkostlegur árangur í raun og veru. Nú, það eru komnar leiðbeiningar hvernig á að gera hjólastíga, það eru komnar leiðbeiningar hjólavegvísa, það eru komnar hjólreiðaáætlanir hjá Reykjavík og Kópavogi, kannski á Akureyri líka og Hafnarfjörður að hefja þá vegferð og stóru línunar og legu stoppstíga á höfuðborgarsvæðinu. Leiðamerking og svo framvegis og svo framvegis.
Og kannski eitt sem við fáir hafa velt fyrir sér en ferðavenjukönnun fyrir landið allt. Við höfum verið að tuðum þetta í meir en 10 ár og loksins 2019 lét ríki verða því að gera ferðavenjukönnun. Þar sem ekki var bara að hvert menn að keyra eða hversu mikið menn keyra, heldur líka hvort menn ganga, hjóla og svo framvegis. Fyrsta ferðavenjukönnunin var gerð 2002 í Reykjavík, í febrúar náttúrulega, besti ástíminn fyrir hjólreiðar, líklega. En síðan voru þessar ferðavenjukannanir gerðar í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, örfáar, þar til núna 2019 og það boðað annað hvert ár en reyndar var ekki gert núna 2021 og samgönguráðuneytið getur kannski svarað því hvar það stendur. Það eru tenglar í þessum glærum og vonandi verða þær aðgengilegar síðar, þannig að menn geta skoða þetta með því að ýta á þetta. Okkur endist ekki tími til þess hér. Lykileiðir á höfuðborgarsvæðinu, það er eitt af því sem hefur komið, merktar lykileiðir. Og þetta var eitthvað sem við báðum líka, að það kæmi merkingar og þá gerðu samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin þetta, sem er mjög gott. Og þetta er gott í þeim skilningi að nú er þetta merkt, en þetta er líka gott í þeim skilningi að þá kemur í ljós að víða eru þessar leiðir ekki fullnægjandi. Og þá vonandi laga sveitarfélagana með tímanum, segjum eins og fjólubláa leiðin, hún er ómöguleg og þannig er það bara, en þetta sýnir það þá. Ef ykkur ætlar að reyna rat eftir henni, þá er það útilokað og hún er í asnalegri legu. En þetta hjálpar að ýta hlutunum áfram. Og við getum talað kosti hjólreiða, það er peningar og umhverfi og hérna eru forsendur frá Orkusetri og við spörum náttúrulega hellingi koltvísýringi, bensíni og peningum og svo eyðum við líka hitaeiningum. Hver vill ekki losna við 30 smjörstykki á líkamannum á einu ári? Það er orkan sem við eyðum í að hjóla þessa 4100 kilometrar á ári. Og þótt að við eyðum allri þessari orku, þá er þetta samt áhrifaríkasti faramáti sem til er, ekki bara hjá mannfólki, heldur nánast í gjörvöllu dýraríkinu. Það eru eiginlega bara albatrossar og fílar sem fara lengra per hitaeiningu heldur en maður og reiðhjóli eða kona. En möguleika hjólreiða á Íslandi og ég ætla að fjalla svona ákveðna þætti þar. Fyrsti þátturinn er kannski hvað fjarlægðir eru stuttar í þéttbýli á Íslandi. Þetta kemur kannski eitthvað sem mönnum finnst skrítið, en ef menn hugsa út fyrir höfuðborgarsvæðið, þá eru það eiginlega bara 2 svæði. Það eru höfuðborgarsvæðið og Reykjanesbær og ef maður vill algjörlega vera, segja að það sé langt að fara á Akureyri, þá getur maður kallað Akureyri líka. Stóran stað. En þetta eru mjög stuttar fjarlægðir alls staðar annars staðar. Og annar hlutur er veður. Veður er almennt séð mjög gott til hjólreiða á Íslandi. Það er náttúrulega kannski ekki gott að hjóla yfir Hellisheiði í blindbyl eða brjálegu veðri, en það er enginn að fara að gera það. Hann getur hjólað innan Hveragerðis þótt að sé blindbylur og vont veður. Þessi 500 metrar sem að hjólar í Hveragerði eða gengur, það er ekkert vandamál þótt að sé eitthvað að veðri. Og eitt sem við megum ekki gleyma er að við erum með grunn- og leikskóla í hverju hverfi. Þetta er alls ekkert reglan í mörgum löndum. Í Bandaríkjunum kannski þá bara gjör svo vel, keyrðu 20 kilometra með barnið þitt í grunnskóla og þú farið ekkert leikskóla fyrir barnið þitt, getur bara gleymt því sko. Mjög víða. Og þetta er hlutur sem við þurfum að halda í, að við séum þessar stuttu fjarlægðir innan hverfana fyrir grunn- og leikskóla. Grunnskólabörnin eru reyndar eitt stærsti hópurinn sem hjólar á Íslandi og við mögum ekki gleyma þeim. En möguleikar hjólreiða er til dæmis til samgangna eða bara sem flutningshjólreiðar. Við sjáum það kannski í Oslo, það eru menn að sendast með skyndibitann sem við setjumst upp í bíl hér, keyrum í Dominos eða Dominos sendur bíl. Á hverju kemur þetta ekki á rafhlaupahjóli eða rafvespu eða á reiðhjóli, rafmagnsreiðhjóli. Æfingahjólreiðar, allir þeir sem hafa verið að taka þátt í öllum keppnunum, á cyclathoninu og öllu því,
vita hvað það gott að stunda æfingahjólreiðar á Íslandi og ferðahjólreiðar, túrismi. Og Íslandi held ég frekar heitt sem ferðahjólreiðarland í samanburði við mörg önnur. Þó að jafnist náttúrulega ekkert á við kannski Mið-Evrópu, Þýskaland og svoleiðis. En hlutfall til dæmis í samgönguhjólreiðum, núna í síðustu ferðamenninkönnun 2019, það voru 9% sem fóru á reiðhjóli eða á einhverjum léttum farartækjum, þá væntanlega helst rafhlaupahjólum eða léttum bifhjólum. 9% í október eða nóvember í Reykjavík. Það alls ekkert lítið. Þarna stöndum við framar mörgum öðrum borgum í Evrópu, í raun og veru. Við erum náttúrulega ekki að ná Hollandi og Danmörku og mörgum borgum í Svíþjóð og svo framvegis, en í samanburði með margar aðrar stöndum við mjög framalega. Og það náttúrulega frábært að hjóla á höfuðborgarsvæðinu í raun og veru. Við heyrum það hjá ferðamönnum eða fólki sem kemur, það finnst bara flott að hjóla hérna og mjög þægilegt. En LHM svona með óopinbera stefnu hvað hjólreiðar ætti að vera og það gæti verið að 25% ferða á miðsvæðum eða í litlum þéttbílum væru farin á hjóli og 15% annar staðar sem eiginlega þá bara höfuðborgarsvæði og Reykjanesbær. En hérna fyrst eru fjarlægðir og hérna erum við stödd í Gamla bíó og kannistu við þetta? Kort vistorka.is. Þarna hægt að sjá hversu langt maður kemst á 5, 10 og upp í 30 mínútur, gangandi eða hjólandi og maður getur sett þetta hvar sem Og frá Gamla bíó kemst maður kannski út á Hringbraut, út á Snorrabraut og út á sjó hérna fyrir vestan. En þau muni hvað ég sagði þéttbílinn út á landi. Hvað þýðir það ef þú setur þetta þar? Við getum til dæmis skoðað það fyrir Grundarfjörð. Þarna 5 cm radíusinn, 5 mínútna radíusinn. Hann dekkar þorpið, gangandi. Ef þú fer á hjóli, þá ertu eiginlega komin út af Kirkjufelli. Jæja, kannski ekki alveg út af Kirkjufelli, en þú ert komin út úr bænum á 5 mínútum á hjóli. Hvers vegna ættir að keyra í þessum bæ? Það góð spurning og menn ætti að spyrja sig þeirra spurningar í þessum bæ og öllum hinum bæjunum. Og ef við skoðum Selfoss, þá myndir nokkuð svipuð. Á 5 mínútum kemstu á hjóli nánast allan bæinn. En 10 mínútum gangandi eða 15 mínútum. Og við getum skoðað aftur Gamla bíó, hvernig það Þetta svona. En það eru tvö svæði þar sem við þurfum lengri tíma en 5-10 mínútur á hjóli. Það höfuðborgarsvæðið og það Reykjanesbær. Og þetta komumst við á 30 mínútum frá Gamla bíó hér innanbæjar. Það eins og í Kópavog, kannski í Smáralind og upp á Höfða. En ef við förum til Keflavíkur, þá erum við komin til innri Njarðvíkur. Eða út í Sandgerði eða út í Garð. Þarna nú reyndar hlutur eins og vindur og veður farin að hafa áhrif ef þú ert að hjóla svona út úr bænum. En innan Reykjanesbæjar og innan Njarðvíkur ætti þetta að vera bara ekkert mál. Og þá komum við kannski en þá spyr maður sig, hvernig á maður að rata þetta? Þeir sem eru vanir að keyra, þeir þekkja umhverfið sitt akandi, en ekki á hjóli. Og þá komin í rauninni mjög góð þjónusta hjá já.is, þar sem hún getur athugað hvaða leið þú getur farið. Og hún það góð fyrir hjól að hún velur eiginlega alltaf réttu leiðirnar. Hún gefur líka mismunandi leiðir og það hægt að leika sig með þetta og sjá hvað best að fara. Og ef maður prófar að sjá hvernig það lítur út, kemur það upp á klukkan. Ég hef ekki tíma til að gera mikið af þessu greinilega. En þetta Akureyri og það hægt að gera þetta fyrir Akureyri líka. Og maður getur fært þennan punkt
bara svona og láta hann reikna út nýja leið. Já, heyrðu, hérna til vinstri svo önnur fítus, svona önnur rötunarprogram sem ég ætla ekki að sýna ykkur, þetta tekur langan tíma. Þar getur maður valið 1, 2, 3, 4, 5, eins marga áfangastæðum maður vill og valið þá hérna ég ætla að fara í Kringluna og svo í Smáranlind, ég ætla að fara í Sund eða þið skiljið hvað ég á við og maður getur prófað þetta sem sagt. Þetta allt byggt á OpenStreetMap, já.is byggir OpenStreetMap, það eru bestu stígagögnin sem eru til fyrir Ísland. En ég myndist hérna á veður og við getum auðvitað að tala brekkur. Brekkur eru önnur góð afsökun fyrir að hjóla ekki. Nú eru komið rafmagnshjól, þannig að það gildir í rauninni ekki lengur. Þú getur bara fengið rafmagnshjól eða illa við brekkur. Fyrir utan það að höfuðborgarsvæði er tiltölulega slétt svæði. Maður þarf eiginlega að leita brekkum ef maður ætlar að æfa sig að hjóla brekkur á höfuðborgarsvæðinu. Þær eru svo litlar. Og ég get sagt svona sögu af því, ég var einu sinni með skiptinema frá Sviss og ég var að sýna hvernig hún átti að hjóla í FG úr Kópavoginum þar sem við eigum heima og við vorum að hjóla upp Arnarnesið sem er svona smá brekka og hún var í hæsta gír á fjallahjólinu, svona 24. gír og alveg bara stig á pétalana og svo segir hún, það er svo gott að hjóla á Íslandi, það eru svo litla brekkur og ég held að hún væri náttúrulega með kaldhæðni eða eitthvað svoleiðis en þessi stelpa vissi ekki hvað kaldhæðni var þannig að hún meinti þetta raunverulega. Það enga brekkur á Íslandi, ekki með að við bæinn hennar í Sviss og hún hjólaði allt þar, þannig að henni fannst þetta ekkert mál. Rigningin náttúrulega bara sambærileg eins og í Hollandi. Amsterdam, það rignir jafn mikið í Amsterdam eins og í Reykjavík. Síðan búið að finna upp reggalan, maður getur bara verið í reggala eða í jakka eða eitthvað. En það sem nú samt vinsælast alltaf vindurinn, það endalaust hægt að tala vindinn. Og hérna tók ég saman hvernig var vindurinn, þetta meðalvindur í Reykjavík á hverju ári frá 1949 til 2020. 1949 var meðalvindurinn í Reykjavík 6,8 metrar á sekúndu. Reykjavík var algjört rokraskat. Meðalvindurinn á Keflavíkurflugvelli 1949 var líka 6,8 metrar á sekúndu. En síðan fór eitthvað að gerast og meðalvindurinn í Reykjavík, hann bara dettur niður og þannig 2020 hann kominn vel niður. Og við sjáum hérna meðaltalsvindinn, ég veit ekki hvort þið sjáu það er Reykjavík hérna lengst til hægri, svo Keflavíkurflugvöllur, svo Kaupmannahöfn, Kastrup og Akureyri lengst til vinstri. Og meðalvindurinn í Reykjavík eftir 2000 4,1 metrar á sekúndu. Úr 6,8 niður í 4,1. Meðalvindurinn í Keflavík ennþá 6,8 metrar á sekúndu. Við erum með sama vind hér og í Veðurstöð í Kaupmannahöfn. Og hver ástæðan? Ástæðan auðvitað að við erum búin að þétta byggð, setja niður fullt af gróðri og trjám og þannig hefur við búið til skjólið. Og þetta í rauninni hlutur sem við getum gert. Við getum í rauninni valið það, við getum sett upp 2 sviðsmyndir. Ég vil hafa raskat. Ok, fínt, þá vil ég hafa það. Nei, ég vil hafa logn. Ok, fínt, þá getum við haft það. Og ég meina þetta getum við gert. Selfoss, Hella, Hvolsvöllur, Reykjavík, Borgarnes, Akranes, allir þessi staðir. Við þurfum ekkert að hafa þetta rok. Þetta bara okkar val. En það nú fleiri í umferðin en bara við og til dæmis getum við tekið hérna bílstjóra og ég hef nokkuð langa reynslu af að hjóla í umferðinni og allstaðar á höfuðborgarsvæðinu og almennt séð eru bílstjórar tillitssamir. Það bara þannig, en þetta almennt dugar kannski ekki til af því það eru undantekningarnar sem eru vandamálin og það eru þetta ákveðin svona menning í gangi þar sem menni eru ekki mjög tillitssamir og það getur verið á ýmsa vegu. En eitt af því sem við viljum ekki athygli á þetta þegar rekju og nálægt þegar verið að fara fram úr.
Það á að vera 1,5 metra hliðabil þegar keyrt er fram úr hjólreiðamanni. Og það kom inn í nýjum umferðarlögum 2019. Og þetta ógnar síður hjólandi og gefur líka ökumönnum fyrir aftan miklu betra tækifæri til að sjá hjólreiðamannin og bregðast við. Eitt af því sem eykur þennan núning þegar það eru ósamhangandi leiðir fyrir hjólandi. Við erum að hjóla hérna hverfisgötuna, allt í einu hverfi hjólastígurinn. Hvert á að fara? Einn fer upp á gangstéttina hægra megin, einn fer upp á gangstéttina vinstra megin, þriðji fer beint yfir götuna. Bara hópurinn tvistrast. Á hverju liggur ekki bein og greið leið bara. Þá þetta ekki vandamál. Þá ekki þessi núningur þegar hjólreiðamenn eru að reyna bara að komast áfram. Þannig þetta mjög víða og kannski ekki síst hérna í þéttustu byggðinni þar sem við höfum ekki náð að laga þetta. Og hérna fyrir neðan koma ýmiss konar leiðbeiningar sem við höfum útbúið. En það tekur líklegast úr langan tíma til að sýna það, en þið getið tékkað á því síðar, bara heima. Og þetta til að sýna þetta 1,5 metra hliðabil. Þetta þýðir það, ef maður að keyra á 3,5 metra breiðri akrein eins og flestar akreinar eru, þá þarf bílstjórinn að fara yfir miðlínuna. Hann getur ekki tekið fram úr á 3,5 metra breiðri akrein innan akreinarinnar. Hann verður að fara yfir. Og þetta hlutur sem þarf bara að kenna ökumönnum og þeir þurfa bara að læra þetta. Og þá þetta ekkert sérstaklega mikið vandamál. Ef hjólandi safnar einhverju bílalest fyrir aftan sig, þá getur hann einfaldlega bara hjóla út til hliðar, stoppað aðeins, hleypt strollunum fram úr sér og haldið áfram að hjóla. En sambúðan á stígunum, það eru leiðbeiningar hérna neðst, en við höfum semst ekki tíma til að kíkja alveg á þær. En ég ætla að vekja athygli kannski á tveimur hlutum. Það þetta að þessi ökutæki sem fara allt og hratt á stígunum, sem sagt rafskúturnar, rafhlaupahjólin, eða létt bifhjól í flokki 1, eða jafnvel rafmagnsreiðhjól, allt ökutæki sem eiga að hafa stýringar svo þeir fara ekki hraðar en 25 km á klukkustund. Fólk aftengir þetta og að hjóla mjög hratt á stígunum. Og maður kannski að hjóla upp í Mosó á svona 20 og það kemur ykkur fram úr manni á 2-földum til 3-földum hraðanum sem maður á sjálfur. Maður sér alveg greinilega að hann á 40 til 60 km hraða og þetta náttúrulega ekkert alveg í lagi. Við þurfum einhvern veginn að taka á þessu og í rauninni þetta ekki kannski svo margir aðilar. Í rauninni getum við bara nánast farið heim til þeirra og spurt, hérna, við sáum því hérna, með við tekka á ökutækinu þínu. Það þarf eitthvað að gera í þessu. Nú var ég bara heima í COVID, þannig ég heyrði ekki hvað kom fram hérna hjá ráðuneytinu og hvað þeir ætla að gera. Annað eru þessar leigurafskútur sem lagt út á stígunum út allt. Þetta orðið afskaplega hvimleitt. Og það auðvitað sveitarfélögin sem ber ábyrgð á þessu. Þau setja þessum leigurafskútu fyrirtækjum reglurnar og sveitarfélögin þurfa bara að taka á þessu. Það bara þannig. Ef þessar leigurafskútur lægi út á götu, þá búið að taka á þessu eftir 2 daga. En að því þetta á stíg, þá erum við búin að hafa þetta núna í 2 ár. Þetta bara ekki að ganga. Og nú þarf að gera eitthvað. Og við tókum alveg góða 2 áratugi að losna við grjótið á stígunum, sem sveitarfélögin með einhverjum ástæðum drituðu niður út allt. Kannski til að drepa hjólreiðamenn eða eitthvað, ég veit það ekki. Það var engin góð skýring á þessu. Þetta var bara rugl, helst ólitað, helst í einhverjum undugöngum í einhverjum myrkri þar sem maður sá þetta ekki. Það var bara steypa. En á samaskapi bara steypa að skilja rafskúturnar eftir svona. Ég meina ef það rok eða rigning eða snjókoma og svo framvegis, þá sést þetta ekki. Og það þýðir ekki að láta standa á göngustígnum. Það bara dettur. Í roki eða eitthvað hrindir þessu eða eitthvað gerist. Það þarf bara að afmarka svæði og það þarf ekki að útbúa eitthvað rosa fínt svæði. Þetta má bara vera í grasinu eða eitthvað staðar. Það þarf ekki að
fara með landslagsarkitekt og eyða sko skriljónum í að útbúa einhverju stæði. Alls ekki, helst ekki, af því það bara eyðir peningunum. Bara skilja þetta eftir út í grasi, 2 metra frá stíg og láta GPS sjá að halda utan þetta. En það ýmislegt sem á bæta svona, þetta var svona neikvætt, dálítið, en maður átti að vera jákvæður. En hvar kreppi skóinn, við erum kannski komin af stað með stoppstígakerfið. Vegagerðin, sveitarfélögin að tala saman, það er komið samgönguáætlun, bla bla bla, þetta er komið í farveg. En það eru staðir þar sem við getum gert miklu betur og það er þá dálítið hlutverk sveitarfélagana. Það eru eins og iðnaðarhverfin, eiginlega öll, menn komast ekki gangandi, ekki hjólandi þetta. Þetta er bara mjög slakt, hvað ég að segja, hellur í Hafnarfirði, jafnvel gömul hverfi í Reykjavík er ekkert alveg í nógu góðu lagi og svo erum við komið Esjumela og Leirvogstungumela upp í Mosó. Maður kemst nú reyndar ekkert einu sinni þangað með góðu móti og leiðin upp á Kjalarnes og allt það. Ég var einu sinni í strætó með hjólið upp í Mosó og við vorum 3 í strætó með hjól og einn ætlaði upp á Esjumela ná í bílinn sinn sem var þar í viðgerð og hann ætlaði í hjólandi Og þannig er þetta bara. Ef menn leggja stíg í Esjumela, þá voru hjólað í Esjumela. Og ef menn leggja göngustíg, þá voru gengið þangað. Ég hefði ekki trúað að ég nokkuð maður myndi ganga í Mosfellsbæ, en ég sé bara fullt af fólki vera að labba þangað, fram og tilbaka. Ef menn byggja hlutina, þá bara koma þeir. En það er tiltölulega auðvelt að laga þetta. Það er til dæmis bara með því að leggja gangstétt, setja fláa í kantsteina og svo framvegis og reyna að hafa örugga þveranir. Ég var búin að tala um grunnskóla og leikskóla. Það þarf að stækka helst umferðartakmörku svæði í kringum þessa staði. Það er eiginlega óþolandi á 21. öldinni að það skulle vera umferðaröngþveiti bara alltaf fyrir utan einhvern grunnskóla sem foreldrar keyra alveg upp á dyrum að grýta út krökkunum 14 ára gömlum Hvað er að, segir maður. Og það er ekki eins og þeir hafi þurft að labba 7 kilometra eða hjóla 10 kilometra eins og í Hollandi. Nei, þetta eru 200 metrar eða þeir eru bara á leiðin í vinnuna og sleppa þeim þá og keyra bara eitthvað rúmt Jæja. Í þéttbýli og á landsbyggðinni þá þurfa menn að eiginlega taka sér svolítið taki. Það þarf að gera sérstakar ferðavenjukannanir og spá í það á hverju eru 50% manna í þessu litla sveitarfélagi að keyra úr og í vinnu og skóla og í verslanir. Þegar lengsta vegalengdin sem þú getur keyrt eru 300-400 metrar. Það er eitthvað að, en hjólainviðirnir eru hérna á milli eyrnanna. Þeir eru ekki að það vanti ótal stíga. Auðvitað geta stígarnir hjálpað að sumu leyti. Þeir breyta líka hvað er á milli eyrnanna á manni. Þannig ég ætla ekki að segja að ég aldrei að eyði það. En menn þurfa að byrja á byrjuninni, athuga hver er staðan núna, á hver er staðan eins og hún er svona og hvað getum við gert til að breyta þessu. Já, heyrðu, ég sé að ég er að vera á seint. Heyrðu, laga eitt sem við höfum verið að í kannski 20 ár er að tala þessi grindahlið og ég ætla bara að gera það aftur. Það þarf að taka 9 beygjur til að fara þarna yfir. Á hverju megum við ekki hjóla beint yfir, eins og bílar keyra beint yfir. Þetta stendur auðvitað til bóta með borgarlínunni. Við erum orðin pínu þreytt á að bíða eftir þessu. Hjólaþjófnaðir, kannski verið minnst á þá hérna. Lögreglan hlýtur að geta gert eitthvað meira. Það bara hlýtur að vera hægt. Ég bara trúi því ekki að það sé ekki hægt að gera. Og það síðasta sem ég langaði að minnast á og sem er svolítið skemmtilegt efni, við þekkjum sjálfvirkar hraðastýringar í rafhlaupahjólum og svona tækjum. En nú er að koma og er komið í marga bíla en verður í öllu nýjum bílum frá 2024. Það er skynsamleg hraðastýring. Þetta er EB-dæmi og þá tæknilega verður hægt að setja lög sem takmarka hraða ökutækja
við skiltaðan hraða. Ökutækin geta alveg keyrt á þessum hraða. Og á hverju ættum við ekki að fara þá leið? Ekki eðlilegt að fyrsti hluti sjálfvirknivæðingar í samgöngum verði einfaldlega sjálfvirk hraðastýring? Þá getum við bara sleppt þessum hraðahindrunum, hraðaeftirliti lögreglu, endurhönnun vega, allt sem kostar hellingspening, viðhald og framkvæmdir, demparar og ég veit ekki hvað og hvað, ef bara ökumenn keyra á löglegum hraða. Er það ekki bara frábært mál? Mér finnst það allavega. Heyrðu, takk fyrir mig.